Þátturinn í þessari viku þar sem ég þróa tölvuleik svona á live streymi verður örlítið öðruvísi. Ég ætla að ég ætla að sýna ykkur þróunina það sem ég er búin að vera að gera í myndbandi og svo ætla ég að gera live streymi þar sem við dýfum okkur kannski örlítið dýpra ofan í aðra hluti. Þannig að hér getið þið séð stöðuna á leiknum að við erum hérna með 2 herbergi og það er ýmislegt búið að gerast og hér er til dæmis texti sem að poppar upp þegar við byrjum að spila. Og hér líka en báður stendur á kompjúter á þeim báðum þannig að ég er líka búin að uppfæra í raun og veru byrjandanámskeiðið með nýjum myndböndum fyrir þá sem að vilja fylgja eftir og taka námskeiðið á sama tíma og þetta nýja myndband fókusar mjög mikið á leikara eða aktora og íhluti sem eru komponentar og lógikinn sem við notum til þess að búa til þessa hegðun þar sem að tölvan, þar sem að við höfum svona smá punkt sem að leifir okkur að hafa áhrif á heiminn og sýna okkur upplýsingur úr heiminum að það er farið svona í grunninn á því hvernig þið getið búið til þannig hluti. En við skulum kannski hoppa bara inn í þáttinn og sjá hvernig gengur að gera leikinn. Þeir sem hafa keypt námskeið og eru búin að vera að fara í gegnum námskeið að þau hafa aðgang að þessu hérna vefumhverfi sem er ennþá í vinnslu en ætti að vera aðgengilegt öllum. Ef þú ert búin að taka námskeið en hefur ekki aðgang að þessu endilega heyrði í mér að það er svona manual skref sem ég þarf að taka til þess að koma þeim sem að skráðu sig inn á þetta inn í þetta og þetta er ennþá mjög í vinnslu. En ég ætla bara að sýna ykkur að ef ég fer hérna inn á byrjandanámskeiðið að hér eru öll myndböndin úr námskeiðinu, notendaviðmótið, frumgerður og forskriftir, sköpun heima og ýmislegt svoleiðis, öll þessi myndbönd og ég er að vinna í að bæta inn í meira af efni til þess að styðja byrjandanámskeiðið, sérstaklega sem kemur frá spurningum sem hafa verið að koma frá spurningum frá fólki. En ég ætla að sýna ykkur hérna að kaflinn sem ég gerði í þættinum í dag svona byggir svolítið á þessu hérna leikarar og leikmunir þannig að ég myndi endilega kíkja á þetta myndband svona til að fara og skilja aðeins betur hvernig hægt að búa til leikmuni sem er hægt að endurnýta eins og þennan sem við erum að gera hofverið á í leiknum. Þannig að þetta hérna myndband sýnir okkur svolítið grunninn í því. Þannig að endilega tjekkið á því ef þið eru að taka námskeiðið. Kíkjum nú aðeins á verkefnið og sjáum hvað við erum búin að gera. Þannig að það fyrsta sem ég ætla að sýna ykkur er að ég er búin að vera að vinna örlítið í umhverfinu sjálfu og þið getið séð hér til dæmis að ég er aðeins búin að vera að leika með lýsinguna og ég er ennþá pínlítið bara að reyna að finna svona nákvæmlega hvernig það er sem ég vil, hvaða stíl ég vil hafa í leiknum en þið sjáu að lýsingin er orðin aðeins öðruvísi og kannski það merkilegasta sem þið getið séð hér er að það er komin pínlítið svona áferð á gólfið og ég bjóð þessa áferð til í raun og veru bara með því að fara hérna inn í Fab og ég fann undir Megascans Surfaces þá er eitthvað til þetta sem heitir Concrete Floor og ég í raun og veru bara dró þetta Concrete Floor material, þetta Concrete Floor áferð á gólfið til þess að sjá svona það bil hvort að ég vilji fara í þennan svona raunverulega heim svona frekar heldur en svona kartúni og ég er ennþá svona, ég held að þetta sé ekki kannski listastílinn sem ég vil fara í með leikinn en þetta er allt saman partur af þessu að finna út svona hvað það er sem við viljum gera. Annað sem ég gerði er að ég tók þannig ég víti hérna G og þá getið þið séð að það eru komin fleiri ljós. Ég bjó til nýja áferð hérna fyrir toppinn, eða þessi ljós hérna uppi og ef við kíkjum á þessar áferðir, ég vel bara hlutin hérna og hérna undir mér getið þið séð að ég bjó til nýja áferð sem heitir Light og í raun og veru er hún mjög einföld, við búum bara til áferð sem er litur, sem er þessi guli litur, ég margfalda
fasta sem ég segja sé 2 við þennan lit og setja hann yfir í emissive color og þetta virkar af því að hérna vinstra megin að þegar ég bjó áferðina til þá bjó ég til shading módelið unlit sem þýðir að þetta er hluti sem tekur ekki við lýsingu en það er hægt að nota svona hluti til þess að búa til dæmis eins og ljós sem að það sem að við sjáum í raun og veru ekki mikið að ljós og ljósaperur taki við lýsingu af því að þau gefa frá sér lýsingu og bara svona upp á að prófa með setja margfaldaran hérna í 5 og þá sjáum þið að ljósin hérna uppi verða sterkari setja til dæmis í 20 bara svona alltaf að fara út í smá ígjur að þá sjáum þið að það er komið alveg rosalega mikil áhrif frá þessu ljósi en ég sem höfum þetta bara í 2 sem var svona það bil höfum þetta kannski 5 sem var svona það bil það sem við vildum en af því að ég er ekki að nota nýja lýsingakerfið frá Unreal Engine sem heitir Lumen af því að ég held bara að það passi ekki fyrir það sem ég er að gera minnst að ekki á meðan ég er að leita að hlutunum að leita að svona visual stílnum að þá get ég sagt að þessi hérna ljós sem ég er búin að búa til að þau hafa ekki negin áhrif á sjálfa lýsinguna þannig að þess vegna sett ég upp 3 ljós hérna fyrir ofan sem eru spotlights og ég matchaði litnum hérna fyrir ofan svona það bil, ég valdi bara litin á þessum ljósum og ég fór hérna í þennan color picker og valdi svona það bil þetta ljós og það gefur okkur svona pínulítið af þessari lýsingu þessum svona lýsingalit hingað inn þannig að ef við til dæmis eik lýsinguna aðeins til að ígja þetta alltaf sína ykkur þannig að hérna til dæmis að núna getum við sagt að ljósið sé kveikt en ég vil hafa þetta rosalega svona subtle þannig að ég held að ég hafi verið með þetta hérna í 5 þannig að það kemur svona örlítið lýsing hérna niður svo bætti ég við öðru ljósi hérna fyrir neðan sem að er svona það bil svona lýsingaliturinn er svona tiltölulega grár og ég er að nota þetta í það sem er kallað bounce lýsingu þannig að ég stilli ljósinu mínu hérna upp og ég vil að það komi svona örlítil bounce lýsing hérna tilbaka þannig að þetta er svona pínlítið gamaldags leið til þess að lýsa hluti og aftur ég er í raun og veru ennþá bara að leita að lúkkinu og það eru ýmsir gallar til dæmis þessi þoka sem að ég setti hérna inn áður sem ég þótti rosalega flott, hún er að verða pínulítið til vandræða því að hér er til dæmis bánsljósið okkar að við sjáum hérna þokukónin koma frá en ég er ekkert að hafa neinar áhyggjur af þessu akkurat núna af því að já, í raun og veru bara já, því að eins og ég segi, það er svo einfalt að laga þetta og breyta þessu og ég held þá bara áfram að vinna með þegar ég finn það sem ég er að leita að þá negli ég þetta niður annar hlutur sem ég ætla að sýna ykkur sem ég gerði er að ég bætti við nýjum leikmun í heiminn eða nýjum leikara sem er af tegundinni þannig að við fer hérna í outlinerinn og hérna niður já, finnum hann heitir þess að post-process volume og til þess að bæta svona post-process volume inn í heiminn að þá getið þið farið hérna í quickly add og gert post-process og þá fáið þið svona post-process volume og nú er ég með hann valinn og þið sjáuð að hann er hérna, þetta er bara svona kassi það sem að þessi gerir er hann er rosa sniður að þegar að spilarinn er inn í honum eins og svona þannig ég ætla bara aðeins að örstutt að slökkva á honum bara svo ég sýni hvernig hann virkar að já Já, hann er ekki einu svona að gera neitt hjá okkur núna, allavega. Þannig að nú er ég búin að setja inn þennan post-process volume og það sem að hann gerir er að hann leyfir okkur að til dæmis breyta alls konar stillingu sem hafa með myndavélina að gera og hérna fyrir neðan, hækkum við aðeins upp svo þið sjáuð, að hér er ég að skoða stillingarnar og hér sjáuð til dæmis að hér eru hluti sem er að gera við linsuna. Eitt mjög vinsælt hluti til þess að breyta er það sem er kallað bloom og ef ég hækka til dæmis bloomið þá sjáuð þið að það er að koma miklu meira svona bloom, ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku, frá myndavélinni og ef ég minnka þetta hérna niður í 0 þá kemur ekki neitt, þannig að þetta svona ýkir alla sterku litina, svona ljósin sem eru sterkari, þetta ýkir þau
en ef ég fer út úr þetta er ekki að hafa sér eins og ég ætlaði mér, maður sjá unbound sletti ég á þessu já, hérna ok bara kannski pínulítið erfitt að sjá þetta en það er þess að hann til dæmis það sem við erum að skoða núna er þessi bloom effekt og það er ýmislegt að setja chromatic aberration til dæmis er svona effekti sjá þetta hérna kannski hérna í hliðunum að þá kemur svona þetta er effekt sem er notaði til dæmis mikið í dredge leiknum að það er að gera svona skrítna effekta og ýmislegt sem er að gera hérna í þessum post-process og kannski síðasta sem ég vildi sýna ykkur allir lensflare virki, já þannig að hérna getum við kveikt á svona lensflarum og þá erum við komið með svona Star Trek feeling einhvern þannig að ég setti þetta hérna inn en það sem ég langast að þetta sýna ykkur hér er þetta að búa til alls konar grafík, ég er greinilega búin að setja hérna inn pínlítið svona sharpen effekt og þennan vignette og það svona þrengir svolítið það sem við erum að horfa á svona býr til svona svartar útlínur svona í hliðunum og býr til aðeins meira svona mood, þannig að ég veist þetta að vera mjög töff en það sem ég ætla að sýna ykkur og við slekka á þessu hérna mest megnið af þessu er að venjulega er þetta sett upp þannig að þú getur verið með þennan post-process volume sem er þetta svæði og þegar að spilarinn fer inn í hann að þá byrjar í raun og veru effektin sem hann er stiltur á þannig ég gæti verið með fleiri en í okkar tilfelli að þá ætlum við að vera með kveikt á svolítið sem heitir Infinite og ég ætla bara að fara hérna upp og ég ætla að leita að Infinite Post-Process Volume Setting Extends Unbound eða Infinite og þetta þýðir að þá þarf þessi volume bara að vera í heiminum og allur heimurinn okkar notar hann en það getur vel verið að þegar við förum að vinna meira í öðrum herbergjum eins og þessu að við munum vera með svona volume fyrir hvert og eitt herbergi og í sumum tilfellum er líka hægt að nota þetta þannig að þú lappar í gegnum svona litla svona effekta þannig að eins og chromatic aberration til dæmis ef við viljum gera eitthvað svona högg að þá er það hægt ok þannig að ef við höldum þannig að, já, ég er sem búin að setja þetta en það sem ég langaði að sýna ykkur sem er ótrúlega skemmtilegt er svolítið sem heitir LUT L-U-T og LUT er þess að tegund af color grading og kannski var þetta svolítið erfitt að sjá þetta því ég er fyrir en hér getið þið séð og ég ætlaði bara örstutt að sýna ykkur hvernig þetta virkar að það sem þetta gerir er að þetta leyfir okkur að velja ákveðnar tegundir af myndum og í þessu verkefni sem ég keypti á markanum er ég með alls konar tegundir af þessum LUTs og hér er ég til dæmis með popular looks eða byrjum á einhverju grófu hérna til dæmis contrast old og ef ég dreg þessar hérna myndir og ef við skoðum hvernig hún lítur út þá er þetta í raun og veru bara svona lína og það sem hún gerir er að hún svona þetta færir litina í senunni frá einu gildi yfir í annað. Það er mjög góðar svona tutorials hvernig svona LUT virka á netinu. Þannig ég ætla bara að draga þetta hérna inn og þá sjáið þið að ég setti inn eitthvað svona svarthvítt LUT og þá erum við komið með bara svona rosalega sterkan svona noir heim sem er kannski svolítið mikið fyrir leikin okkar. Prófum þetta er svona sepia, gömul myndavél og þetta eru náttúrulega svolítið grófir hlutir svo er þetta að fara hérna yfir til dæmis í post-apocalyptic drama þetta er líka kannski svolítið gróft blockbuster og þá sjáum við það að búið að bústa pínlítið litina og ýmislegt svoleiðis þannig að þetta er rosalega sniðugur hlutur að nota old film kannski, nei, þetta er kannski svolítið svona washed þannig að hér er ég búin að vera svona að reyna að einmitt, ég er ennþá að leita að þessari tilfinningu fyrir hvernig leikurinn á að vera og ég er að nota rosalega mikið þá bæði lýsinguna og þessi LUT til þess að reyna að sjá hvort að ég finni einhver feeling sem að ég fíla og ég á eftir að halda áfram að gera þannig ég ætla bara að slökkva þessu núna en þetta er eitthvað sem ég vildi bara sýna ykkur í sambandi við listina sjálfa eða hvernig svona útlitsvinnuna sem ég er búin að vera að gera
Ég líka búin að vera að vinna svolítið í hegðuninni sjálfri á leiknum til að reyna að búa til örlítið meira af svona hegðun og ef við spilum leiki núna og þetta raun og veru hvernig leikurinn búin að vera að þá það sem vorum búin að bæta við að það hurð hérna sem opnast og við gerum þetta með tímalínu, það hljóð sem keyrist og þetta eitthvað sem við gerðum í síðasta þætti og við vissum af þessu vandamáli að hurðin opnast bara í aðra áttina, en ef við skoðum hann stól sem hérna við, að þá ég var að bæta hérna við, að ef að ég færi mig hérna yfir og kem hérna nálagt stólnum, og þá sjáum þið að stólinn, það stendur computer á stólnum. Þannig að þetta eitthvað sem ég búin að vera að vinna í, sem að hefur með það að gera, þið sjáum þennan litla gráa punkt fyrir framan myndavélina, og þegar hann kemur á stólinn, að þá poppar upp þessi texti, sem stendur á computer og ég ætlaði að sýna ykkur bara hvernig þetta gert og kannski svona klára þetta þannig að þetta sé ekki endilega ekki computer. Þannig að, og já, í lok myndbandins að þá ég búin að bæta nýju myndbandi sem að talar leikara og leikmuni í byrjendanámskeið, þannig ef að þið eruð búin að kaupa byrjendanámskeið þá endilega kíkið á nýja myndbandið því að það gefur svona líka grunninn hvernig við búum til svona nýja leikara og leikmuni og hvernig við búum til svona grunnhegðun og ef þið komist ekki inn í svæðið endilega látuðu mig vita, þetta á hérna nýja vefsvæðinu, ég getur bara sýnt ykkur þetta núna. Já nei, sýningur þetta eftir. Ok, þannig að ég bjó hérna til aktor, leikara sem heitir Base Interactable og ef ég opna hann hérna og við kíkjum hérna inn í hann þá sjáum við að það eina sem að hann að íhlutirnir eða komponentarnir eru box, þessi kassi og þessi kassi stiltur til þess að gera block all dynamic og svo text render sem að hefur þetta orð computer. Þannig að hugmyndin að þegar að spilarinn horfir á þennan kassa að þá í raun og veru getum við sýnt þennan texta hérna ofan á þennan kompjúter og nú er ég búin að setja þennan kassa hérna utan stólinn og ég get copy-pastað þennan kassa hérna, sett hann til dæmis líka utan tölvuna og kannski strókum þetta hérna út og minkum þennan kassa hérna, færum textan örlítið neðar og núna meikar þetta sens að þetta sé kompjúter og þið sjáu að þetta hérna ennþá, þetta mjög dimmt allt saman og það væri hægt að gera þetta sem notenda viðmót en við erum ennþá bara að reyna að ná svona grunninum niður. Þannig að nú er ég búin að búa til 2 stök af þessum aktor og nú ætla ég að sýna ykkur í fyrsta lagi hvernig hegðunin virkar sem að leifir okkur að gera að átta okkur á því að þessi hérna hlutur sé í heiminum. Þannig ég ætla að fara hérna yfir í first person karakterinn og þetta lítur kannski svolítið scary út til að byrja með en lykillinn af því sem við erum að gera þessi hérna nóða, line trace by profile. Line trace by profile, svona, og hún tekur inn startpunkt sem raun og veru bara upphafspunktur í þrívítar heimi og startpunkturinn sem við erum að nota skal gera þetta örlítið svo þetta er lesanlegra að við náum í hnitið þar sem að myndavélin þannig að þetta bara augun á spilaranum í leiknum, við náum í staðsetninguna og við drögum staðsetninguna hérna inn og við setjum í start, þannig að við ætlum að teikna línu frá startpunktinum og svo ætlum við að taka það sem kallaður forward vektor sem í raun og veru þessi myndavél að þetta vektor frá 0 upp í 1 sem fer frá miðjunni og bendir í áttina sem þá plus áttina á x-ás. Þannig að alltaf þegar spilarinn snýr sér eitthvað að þá erum við komin með þennan, að þá vitum við alltaf í raun og veru hvert við erum að horfa. Og við tökum þá tölu, við margföldum hana með 500 á alla ása sem þýðir að við erum bara lengjan, þannig í staðin fyrir að línan okkar fari héðan frá þessum punkti og kannski bara 1, þá fer hann héðan og hingað. Já, við erum ekki að sjá músina mína. Já, við erum ekki að sjá músina. Ok, það kannski eitthvað sem ég þarf að laga inn í næsta
í næsta myndbandi. En ok, allavega við erum hérna með, þannig að við erum að búa til þennan forward vektor hérna, við lengjum hann og svo tökum við staðsetningun okkar, þessa hér, við leggjum staðsetninguna, þannig að upphafspunkturinn og þessi langi forward vektor sem við byggum til, það gefur okkur endapunktin og það sem við endum í raun og veru með lína sem fer frá upphafstaðnum, staðsetningunni og 500 einingar í beint þaðan sem að myndavélin að horfa á X-ás og við endum þar. Svo erum við með nokkra stillingar, við viljum að svarið við þessu line trace sé block all dynamics sem þýðir að allir hlutir sem eru merktir til þess að svara þessu og þetta eitthvað sem við tölum í námskeiðinu. Kveikjum á trace complex bara af því að við erum bara að testa, þetta líklega ekki, þarf líklega ekki að vera. Og við getum bara hérna með að við erum að prófa þetta, við getum kveikt á debug, draw debug type, þannig að þegar ég kveiki á því að þá ættum við að sjá lítinn rauðan punkt hérna á gólfinu og þeir sjáu að hann svona örlítið hægari heldur en myndavélin mín og það af því að ég þarf að keyra editorum inn á 20 römm á sekundu út af því að tölva mín í smá basli. Allavega. Út úr þessu fáum við nýja tegund af breytu sem svona blá og þetta hérna þýðir að þetta kallað strökt og strökt eru svona samansafn af öðrum gögnum. Og við fáum líka út eitt svona boolean gildi sem annað true eða false. Þannig að það fyrsta sem við spyrjum, hittum við eitthvað yfir höfuð. Ef að svarið já, þá sækjum við út úr þessu átgildi, til dæmis, og ég geri þetta með því að draga út og gera break. Ef ég geri break hit result, þá sjáum við að ég fæ allar upplýsingarna sem inn í þessu ströksti, þessari svona samsetningu. Og það sem ég hef áhuga er þessi hit aktor. Þannig ég dreg út úr honum, ég nota svolítið sem ég kalla kast og ég ætla ekki að fara neitt óskaplega djúpt ofan í hvað kastið er nákvæmlega en þetta hérna segir mér hvort að hluturinn sem við erum að horfa á af tegundinni base interactable eða ekki. Og ef hann af tegundinni base interactable að þá geymum við vísun í hann og við segjum að við erum hérna með eitthvað hlut í fókus og við sendum skilaboð yfir á nýja hlutin sem heitir show message en ef að við hittum einhvern hlut og hann ekki af réttri tegund að þá kallum við á hide message og ef við sjáum ekki neitt að þá kallum við líka á hide message. Þannig að mikið af þessari hegðun bara að díla við einhver svona sem kallað edge case en í grunninn þetta gert svona og ef við kíkjum hérna aðeins yfir á þetta show message partur af hegðuninni sem ég bjó til fyrir interactableið eins og við sjáum og það eina sem þetta gerir þetta tekur textan, við tökum hérna í hlutin texta og við setjum visibility á true ef við gerum show og við setjum visibility á false ef við gerum hide. Þannig að þetta eru það sem eru kallaðir custom eventar sem við byggum til. En það sem ég ætla að sýna ykkur, þannig í raun og veru þetta hérna hvernig þetta virkar. Ef við ítum hérna á play, þá getum við séð að hér erum við með þetta computer og ekki computer en hluturinn snýr ekki rétt þannig að við skulum laga það og ég ætla að sýna ykkur bara hvernig maður gerir þessa ég ekki að sýna ykkur það fyrst að músin er ekki sýnileg þannig að þá ætla ég bara að kannski ekki hafa þetta neitt mikið lengra ég ætlaði bara að sýna ykkur mjög gróflega hvernig þetta virkar og svo höldum við áfram í næsta þætti með þetta verkefni en ég hefði ótrúlega gaman að því að heyra líka bara eru þið með einhverja spurningar það eitthvað sem þið viljið sjá eða raun og veru bara eitthvað í tengslu við tölvuleikjagerð